Komið nú sæl og blessuð. Rétt að taka bara ofan í dag. Og við ætlum að kveikja kertunum á, ef við getum. Jú. Slappur loginn. Og svo tökum við þetta hér. Og það kveiknar. Og það kveiknar. Þannig að við erum klárir í slagi. Og gott er við erum klárir í slagi. Hér, mér til sitt hvora handar eru biblíur. Það henda vel í þætti sem heitir Biblíuþátturinn okkar. Og þessi þáttur eins og fram hefur komið, það er ekki biblíukennsla massíf, heldur meira verk. Kristnir elska að sitja og hlusta og aðra tala. En eru kannski ekki oft alveg eins uppteknir við að vinna þessi verk sem þarf til að við svona vitum aðeins meira sjálf. Kannski líkar okkur best allara að vera bara þykjendur. Það er svona letin í okkur, hún er svolítið. Við getum ekki þrætt fyrir það. Okkur finnst þægilegra að fara þægilegu leiðina að öllum verkum, þannig sem hvaða verk það er. Við vildum helst fara þó þægilegri. Það er gott að fara þægilegu leiðina, en hún er bara því miður ekkert alltaf í boði. Stundum verðum við að gera þetta aðeins öðruvísi og það vitum við nú ýmislegt svo sem. Að það er nú, og líka það að það er skemmtilegra að glíma svolítið við þetta með eigin hætti. Bæði getur maður nú státa þá að því að maður reyndi nú allavega að gera þetta og gerði þetta með þeim stæl sem ætlast var til. Og stæll verður á þegar við ljúkum klárum. Það er svona sigurinn í hendi. Og þegar þú ert með eitthvað í hendi, þá getur líka bara að segja frá því. Þá var það orðin vitnisburður fyrir þig til að, já, kennslu öðrum. En ef þú kláraðir aldrei, hvaða vitnisburður viltu þá segja? Verk sem þú hófst, svo sem spennandi, en þú lögst aldrei við það. Þannig í raun og veru er það engin kennsla fyrir einn eða neinn. Þess vegna tökumst við á við ýmislegt og við ljúkum við það og getum þá verið stolt, svolítið stolt af því sem við gerðum, en ekki fyrir. Þannig að við erum ekki mikið í því að segja frá því sem við kláruðum ekki, en eru kannski stundum allavega upptekin af að segja það sem lokið var við. Og það er allt í lagi, því að það er kennslan sem þarf að fara út, verkið sem ég lauk við, verkið sem þú laukst við. Og við erum biblíufróðarmanneskjur, og það er á einni ástæðu, við elskum Jesú. Og af því við elskuðum Jesú kom líka leið áhuginn á að vita meira um orð Guðs. Það var svo þegar ég frelsaðist og eiginlega fyrsta hugsunin sem kom til mín að ég þyrfti að eiga biblíu. Það var enginn með mér, það var enginn í herberginu og það var enginn sem sagði mér þetta. Og þessi hugsun skaut niður hjarta mitt og var hugsun í raun og veru sem að maður sjálfur velti aldrei fyrir sér. Biblían. Jú, ég hafði heyrst þetta nafn. Átti hana? Nei, ég átti hana ekki. En ég átti grúa alls konar bóka sem að ég las. Maður gaman af. Þetta voru svona kvöldstundina mína sem maður notaði þetta í að lesa.
og það var bæði til sjós og lands. Og enn er maður að lesa og enn er maður að læra, en nú stendur bara ein bók eftir. Og þú sér hér 2 eintök af sömu bók sem að ég les og enga aðra. Af hverju? Þetta er bara mitt líf og ég má lifa því bara eins og ég vil sjálfur. Svo fremur sem það truflar engan annan og þá má ég lifa mínu lífi eins og ég vil. Ég held að biblíulesturinn minn trufli engan því að það veit enginn að því þegar ég er að lesa. Ekki nema það trufli manni af hugsanirnar svo sem geta alveg trufla menn og bara hugsunin að einhver sé að lesa biblíuna getur trufla einhvern. Hvað veit ég? Það er ekki minn höfuðverkur. Við verðum náttúrulega að fá að lifa okkar lífi í því frelsi sem Drottinn gaf okkur. Hann gaf okkur nefnilega frelsi. Og það er stórmerkilegt að eiga þetta frelsi. Nóg er til af helsinu. Það er út allt og það er að bíta menn og annan og þvinga til einhverja aðgerða sem enginn ætti að taka þátt í og svo framvegis. En með orð Guðs og trúna í hjartanu þá fyrirbyggjum við alls konar sem við annars gætum dottið inn dyrnar á. Því ekki erum við öflugri manneskjur neinni annarra manneskju, en megum heldur ekki gleyma því að í Kristi erum við öflug. Og þegar við erum í Kristi, þá líka gerum við margt gott af okkur því að Kristur er góður og þegar þú gengur í nafni Krist þá keppir eftir því sem betra er. En ég held að bæði ég og þú höfum ekki mikið velt því fyrir okkur hvað betra væri, nema það væri bara fyrir eigið sjálf. Við vorum svolítið kannski mikið þar. Vegna þess að án Krist þá finnum við aldrei þennan alvöru kærleika sem hann einn er með. En kemur þegar trúin kemur. Það er svo kærleikur sem hann kemur með inn og þér fer að þykja vænt til að mynda sjálfa þig, kannski þótt þér aldrei vænt sjálfa þig. Og það er auðvitað fyrsta skrefið til að geta þótt vænt annað fólk, að manni þykir vænt sjálfan sig. Við verðum alltaf að byrja á byrjuninni. Og þetta er engin löstur að tala með þessum hætti, en að gera þessi verð, því við verðum alltaf að byrja á byrjuninu, hún er alltaf maður sjálfur. Hún er ekki fyrst inn og þessu svo mögulega ég. Nei, við byrjum á sjálfum okkur. Og við byrjum á því að hegða okkur vel sjálf og við hegðum okkur áfram vel og hegðun annar er bara svona. En við getum ekki ráðið neitt við það. En við getum alltaf ráðið við hegðun okkar sjálfra. Sumir koma ekki vel fram við okkur og það heldur áfram. En með tímanum og Kristi í för, þá lærum við við lærum að takast á við það. Þannig að eftir því sem við vöxum í trúnni á Kristi, þá verða svona mál, eitthvað sem gerist, en hefur ekki lengur neinn þannig séð áhrif á okkur, þó við getum viðurkennt það ekki þóttu okkur þetta nú skemmtilegt, en það er ekki allt skemmtilegt. En lífið mætir okkur bara eins og það er. Og það er ekki alltaf neitt sérstaklega skemmtilegt. Þó við skoðum aftur fyrir okkur og segjum harla gott, sem er þá rétt, en það er samt á þessu harla góða skeiði alls konar gerst. Í sum áttum við þátt og í öðru áttum við engan þátt en lentum í.
hann vill segja okkur það að lífið ekkert alltaf neitt sanngjarnt. Því ég og þú erum ekkert alltaf sanngjarnar manneskjur. En við getum alveg orðið sanngjarnar manneskjur, en við verðum þá að sjá að við vorum það ekki alltaf. Þá getum við líka farið að byggja eitthvað utan það og lært af því sem auðvitað loka metrarnir í þeirri byggingu. Þegar við sjáum það og við segjum sjálfu okkur að þetta gerum við ekki aftur. Hefur sagt þetta einhvern tíma við sjálfa þig? Ég hef margoft sagt þetta við sjálfa mig og ég líka jafn oft held ég staði við það. Þetta er að ljúka ferli. Og þetta er að fara með sjálfan sig á nýjan grunn, betri grunn og vaksa frá honum. Eins og trúin gerir. Við vöxum í okkar trú að því við erum að gera það sem fæðir og nærir trúarvöxtinn og grunnurinn þar er alltaf orð Guðs. Það getur ekki verið neitt annar grunnur betri orði Guðs vegna þess að orð Guðs er lykill. Hefur alltaf verið lykill og verður áfram lykill að hverju. Þessu trúarlífi sem þú sækist eftir og eftir að trúin kom sjálf. Þá fórst að sækjast eftir þessu trúarlífi og það er verk og það er vinnandi verk að því núna hefur í þér heilagan anda sem styðst við orð Guðs. Myndu alveg þurft að muna hvernig þetta virkar. Og við erum með orð Guðs hérna og sitt hvora hönd, okkur og sitt hvora hönd, sama orð Guðs. Það er ekki góð staða, einvörðungu þessi staða, en hún skánar allan helming þegar við grípum bókina og viljum nú lesa hana. Ekki bara skoða kápuna sitt hvort megin og kjöl, nei við opnum hana. Þetta er svona tugga sem allir skilja. Og núna ætlum við að fara að vinna svolítið. Vinna er að vinna að lesa. Það er nefnilega að vinna að lesa. Og læra er vinna. Og þú vilt læra upp úr orði Guðs, sem er mikil vinna oft á tíðum og strembin vinna sem þú getur, eyðir jafnvel klukkutímum saman í ef þú ert í stuði. Og þú stendur upp frá því borði, ég er orðið bara pínu þreyttur. Af því þú varst að gera eitthvað. Ef þú vinnur langa vinnudag, þá verður þú þreyttur. En þú klárar það sem þú ætlaðir þér að gera á þeim vinnudegi og gengur því frá harla stoltur. Og við erum enn við þetta, mörg okkar, eftir áratuga starf og áratuga vinnu líka. Er þetta eitthvað vinna? Sumir halda reyndar telja ekki neina vinnu nema vera með haka og skóflu ofan í skurði eða bera 50 kíló poka eftir steingólfi. Aðrir sjá vinnu í öðru og ég segi þetta er allt vinna. Hér er bókin og vinna vegna þess að þú þarft að gefa þess allir tíma. Þú eins og ég getum alveg nota tíman til eitthvað annars. En við gefum þessu tíma og mörgu öðru vegna þess að við viljum það sjálf. Að við viljum vaksa í því sem við höfum fengið, trúni, og heiðrum þá Krist. Viljum við ekki heiðra hann? Ég held að ekkert okkar vilji það ekki. En við heiðrum hann þegar við sýnum áhuga verkum hans. Og núna er ég með bókina opna og ég er að sýna áhuga þessum verkum sem hann kom með til okkar, færandi hendi. Og vill að við notum og hvetur okkur ofta þessu borði
Síðan hvað við viljum gera. Og þarna kemur aginn inn í, þessi ægilegi agi sem sum okkar svo ógurlega hrædd við. Og sláum svolítið við að fá til okkar. Vegna þess að sumir halda að þetta eyðileggi þá. Þetta bætir þá mest af öllu. Þannig að við erum ekki alltaf með allt á hreinu. Og ekki heldur fyrirfram hvað best fyrir okkur. Þess vegna segir Drottinn okkar, deyið í sjálfum ykkur og lifið í mér. Jú, við deyjum sjálfum okkur, segjum það. En lifum áfram í sjálfinu eins og bara verið hefur, að við getum sagt hvað sem er. Við segjum margt en gerum ekki allt sem við segjum. En svo kemur að því að við fyrir nú að standa við það sem við segjum og svo sjáum við, já, þetta er harla gott. Og við fyrir að fræða okkur meira í orði Guðs og við segjum áfram það, harla gott. Þetta er það sem ég þarf að vita mikið Og svo komið að Biblían er orðin mér og þér töm og eitt venjulegasta verk sem við gerum orðið er orð Guðs sem við innbyrðum. Það gerir það engi fyrir mig, en við höfum ýmsar leiðir til þess að svona ýta á okkur sjálf og það er blessað samfélagið. Og alltaf fólk sem þar er, það er líklega mesta ýtingin á áframhaldandi góðverk af okkar hendi, einmitt að vera í þessu samfélagi. Þannig að Drottinn veit alveg hvað hann er að tala og við skiljum alltaf betur og betur hvað það merkir þessu orð hans fullkomið. Þetta er ekki mín orð, þetta er orðin sem hann skildi eftir handa okkur og rétt okkur leið bókina. Lesið hana, segir hann. Og við vitum að hann talar með þessum hætti. Við vitum að hann gaf þetta niður til að þetta yrði notað og þess vegna mjög mikið. Það er misjafnt hvað menn eru duglegir við þetta, en sumir eru miklir grúskarar í Biblíunni. Og ég tel það þeim til hrós, ef svo er, það sem svo er. Ekki til að geta sagt við mig, eða ég við þig hvað við séum svakalega frútt fólk. Það nennir nú enginn að hlusta á það. En við erum kannski samt þetta fróða fólk, einhverjum að sérlega fyrir okkur. Og ef við erum fólk sem að kennum, þá þurfum við að vera þetta fróða fólk það sem við ætlum að fara að kenna. Eins og allir góðir kennarar gera þeir kynna sér það sem þeir ætla að fara að kenna, já, sem best. Og ekki bara lesa þetta yfir einu sinni, heldur þeir jafnvel alla sína kennaratíð að læra meira það sem þeir eru að kenna. Af hverju? Því þeir vilja vera góðir kennarar. Og það er margt sem býr í fólki sem að segja þeim að vera betra og sem er verða vaksa alltaf. Vera þar. Þekkir ykkur sem bara vex? Ég veit það ekki. Ég spyr þig, hefur þú vaxið? Þú þarft ekki að svara mér. En þú mátt alveg svara sjálfum þér hvað þetta var. Hef ég vaxið? Ég stað það við það, já, og ég hafi vaxið alveg helling. Frá því sem var þegar ég byrjaði, þegar ég tók þetta strax mjög föstum tökum. Guð gaf mér að sjá strax alvörun á bakvið trúna að hún er ekki leikur. Hún er alvöru mál. Hún er mál upp á líf og dauða í fullri merkingu og ekki öðruvísi. Og við viljum berjast fyrir líf okkar og gerum það. Og sumir berjast líka fyrir trúarlífi sínu. Að það haldist á þeim stað sem að trúarlíf okkar ber að vera. Já, það þarf að vera á ákveðnum stað.
Og hvað er þessi staður? Hann er fótspor Jesú Krists, það er staðurinn. Og í þessu sporu viljum við vera. En gengur misjafnlega að haldast þar, en þarna viljum við vera. Við viljum fara í fótspor Jesú Krists. En það er auðvitað alls konar sem að hann gekk í gegnum. Við sjáum það af orði Guðs. Og líklega göngum við í gegnum það saman. Því að það sem hann lenti í, þetta er allt til staðar í heiminum. Hann er ennþá við lýði. Drottinn er enn að toga menn úr heiminum og gera sínu fólki sem fá þrá í hjarta að fara í hans fótspor. Og þar er þetta allt sem hann lenti í. Þannig að þú þarft ekkert að vera undrandi á því þó að hversu stundum þig. Og þess vegna líka erum við að lesa orð Guðs, því að við erum að svona styrkja þekkinguna líka á alls konar sem getur gerst, því við erum ekki lengur blind börn. Við erum ekki lengur börn. Við erum fullorðið fólk sem að metum þetta út frá því að við erum fullorðið fólk, og fullorðið fólk að hugsa öðru sem barnið. Og við viðurkennum það að við þurfum orðið til að skilja ýmislegt betur. Og ég þarf að bera ábyrgð á lestrinu mínum alveg svo þú ber ábyrgð á lestrinu þínum. Og við erum í fyrri krónikubók, við erum í Gamla testamentinu, við höfum alltaf lesið nokkur vers þar og eins í Nýja testamentinu, eða oft í Nýja testamentinu einnig. Við erum í fyrri krónikubók, kafla 21. Við skulum bara lesa frá með 18. Þetta er allt svona bara handófskennt hvernig við gerum þetta. Nú skipaði engill drottins skal að segja Davíð að fara upp eftir til þess að reisa drottni altari á þreskivelli Jebúsítans Ornans. Davíð gekk þá upp eftir eins og Gad hafði boðið í nafni drottins. Ornan var að þreskja hveiti, hafði snúið sig við og séð engill drottins, en 4 synir hans sem voru með honum höfðu falið sig. Þetta er fyrri krónikubók, falið sig. Einhverju gæjar, annars kannski félagsundan einhverju vinni, þetta ekki. En þetta er orð Guðs. Og við erum að fræða okkur í orði Guðs. Og allt er þetta fræðsla fyrir hjartað og vöxt trúarinnar og er verk sem við verðum að gera. Sem sagt, þú sást mig, tegja mig í bókina, opna hana og lesa hana. Sjálfur. Þannig að það er ekki nóg að sitja bara og hlusta. Við þurfum líka að gera. Það er alltaf lærdómsríkasta leiðin. Og þeim sem gengur illa að lesa, það er nú ýmislegt til því, þeir að sjálfsögðu hlusta og læra þannig. Hvernig sem hver veit þarf auðvitað að meta þetta fyrir sig, því ekki get ég metið neitt þessu nema fyrir mig sjálfan. Við þurfum öll að læra. Og flestir nota bókina til að læra af og eiga allavega. Og vegna þess að það gerir það einni ástæðu. Það vil vaxa í sinni trú. Það er eitthvað í manni sem átti trú sem segir honum þú verður að vaxa. Og það er ástæðan að ég áttaði mig á því að maður verður aldrei fullnuma í orði Guðs. Þannig að orð Guðs er mjög sérstakt
að mörgu leyti til að það gerir mann háðan sér. Og þú skilur þetta betur þegar þú áttar þig á því að orð Guðs og Guð sjálfur rosalega stór. Við setjum hann ekki inn í eitthvað herbergi og lokum. Hann rúmast ekki inn í neinu herbergi, svo stór hann. Hann út allt. Hann út allan heim. Hann ekki maður sem eins og ég hérna inn í lokuðu herbergi og ég veit á raun og veru ekkert hvað að gerast fyrir utan þetta herbergi. Þannig ég þarf þá að fara út til að vita hvað að gerast í nágrenninu. En Guð ekki þar. Hann sér þig þar sem þú ert, veit þangað inn þar sem þú ert, veit hvað þú ert að planleggja og pæli í. Og þú getur rétt ímyndað þér gæðin að vera með heilagan anda í sér sem að í beinu sambandi við Jesú og Jesú fylgist með þér. Hann gerir ástafanir. Þegar þankið þinn komin út í einhverja úgöngu með þig. Af því hann gaf þig trú. Þetta fylgifiskur trúarinn. Hann grípur til ráða áður en í óefni komið. Ég reikna með að við séum öll á þeim stað að eiga einhvern vitnisburð til þetta, hvernig Drottinn greip inn í. Og vísaði þér til hægri þegar þú varst ólmur í að fara til vinstri. Eða sagði þér að ganga beint áfram. Og þenni með þér. Hann í þér. Og fatt gleður að meira en þegar hann sér þig lína á bókina og teygja hönd í bókina til að fræða þig upp úr bókinni. Hann elskar það. En elskar þú það? Ég reikna með því, já, annars hefur nú ekki lagt á þig þetta verk að taka þér orð Guðs í hönd. Og kannski ertu komið svo langt með sjálfan þig og sjálfa að þú veist að þetta fæða. Orð Guðs fæða. Það þarf ekki að segja neinu manni að hann þarf að matast á hverjum degi. En það þarf að hvetja menn á orði Guðs vegna þess að þetta ekki sama fæða, þetta öðruvísi fæða. En eftir að trúin kemur, einhvern veginn bara gengur með manni. Eins og kom þegar ég frelsaðist, bara með fyrstu hugsunum. Ég þarf að fá mig Biblíu, mann alltaf eftir þessu. Og hér hún. Nokkuð vel notuð. Eins og vera ber með þessa bók, en það ætlast til þess að hún sé mikið notuð. Og menn eru misjafnlega duglegir við þetta, margir mjög duglegir. Við þurfum að vita mikið orð Guðs. Eins og ég var að segja, ekki til að belgja sig út, að blása sig út. Heldur við vegna þess að við viljum bara skilja hver Guð þessi betur en við höfum möguleika á, en fáum nokkuð mikinn möguleika með því að vera vel á okkur í orði Guðs. Þess vegna verður þetta sitt markmið, Biblía. Og það gott markmið að eiga. En ég ræð öllu það hvernig þessi mál, vinnast. Og núna ég hér að hvetja þig til þess að grípa bókina, lesa, vegna þess að ég veit að það mun gera það mjög gott. Ég veit að líka að það að hænast á bókinni mjög gott mál fyrir trúaðan mann. Þannig að við sjáum að Drottinn sér heilmargt í okkar lífi fyrir sig.
En svo kemur, ég nenni því ekki í dag, þetta er svona byrjunin á einhverju ekki góðu, sem bara getur leitt til þess að þú bara ert hættur þessu. Það byrja á því að, ég ætla að sleppa þessum stórhættulegu hugsun, trúðu mér. Þannig að þegar þú segir, já, afsakaðu, þá bara snýrði þig strax vörn í sókn og þú heldur áfram. Það er miklu betra. Það er miklu betra ef við erum ekki í slagsmálum við það besta sem maður á, en hve oft erum við ekki. Þessi staða, sko. Mjög kunnuleg staða. Við erum bara menn. Oft ég þakka fyrir það að Guð veit að maður er bara maður. Maður sem getur notað, en maður eins og aðrir menn sem er bara eins og hann er. Og ég er alveg sáttur við það að vera bara eins og ég er, því ég get ekkert annað. Ég er ekkert að reyna að vera fullkominn maður, því ég er það ekki. Ekkert frekar en þú, ekkert verri heldur. Og það skiptir ekki máli. Máli er að leyfa Drottni eiga við sig frá A til Ö, því hann eiginlega getur, það getur það engin annar nema hann. Ég man eftir því, ég hef ekki oft séð Drottinn, en ég þó ekki séð en séð það samt. Þá var ég í Neskustad, það getur svo margt skemmtilegt í Neskustad. Og þá bjó ég náttúrulega þar eins og gengur að þetta var eftir vinnu og ég eitthvað þungum. Ég man eftir því ég var eitthvað að væla við hann. Ég sá hann tilsýndar til hægri handa mér þarna við vegginn heima í stofunni. Og ég vissi af hann þar. Og ég er þarna kvartamaður alveg. Þetta var alltaf svakalega erfitt. Og hvað heldurðu að það hafi gerst þá? Sagði við mig, ég hlusti ekki á þetta lengur. Og svo faðmaði mig að sér. Og þessi stóri feiti karl, hann bara álnaði. Og allt sem var að mæðan bara rann á honum. Þetta var svona kvöldleið, svona komið kvöld og svona tími til að fara að sofa. Svo fór hann að sofa. Og vaknaði á sínum tíma að morgni. Þetta hefur líka gerst hjá mér, en þetta er mjög langt síðan þetta var og þess að ég segi, ég hef bara séð hann svona, já, 2-3. Ef þó ekki séð hann, ég get ekki lýst í hvernig hann er. En ég sá hann þarna og þetta gerðist, mann alltaf til þegar hann tók utan mig. Og þessi stóri feiti karl, hann bráðnaði bara. Það var lag allt af hann sem hann hafði áður verið að hrjá hann. Þetta er svo Guð sem maður á. Og hann segist vera huggari. Haldið þið að þetta hefur verið eitthvað annað en huggun fyrir mig að fá þetta á þessu andartaki? Þú þekkir þetta sjálfur og sjálfu ef þú hefur lent í því að einhver kemur til þér með einhvern veginn uppörfun að þú hressist af. Við höfum að vera þetta. En þetta er eina skipti sem hann hefur gert þetta sjálfur við mig að þessu lit. Manni getur öðru. En ég veit auðvitað hann gengur með mér og er það sem ég er. Hann er í mér, ekki rétt. Orðið kennir það. Og það er eitt af því sem við festustum við, vegna þess að við erum, já, mismunandi mikið kannski, að rýna í þetta ágæta orð. Ég hef gert það fyrir sið mínum að lesa daglega. Ég hef þetta hvetið til sama en þú ræður hvað þú gerir, en ég hef gert það daglega. En það er líka langt síðan ég byrjaði á því að lesa ekkert allt of mikið. Og ég haldi mig við 1 kafla á dag lágmark, stundum ég lesi meira. En lágmark 1 kafla á dag og svo vinn ég kannski stundum meira með það. Þú kannski sé skrifið mín
á Facebookinu minni og heimasíðinu minni sem þú veist náttúrulega ekkert hver en hún heitir Spor í sandi. Þú verður aldrei farið inn á hana, ég sé það bara á þeim. En hún kannski farið inn á hana. sporisandi.com, ekki is. Það alls konar góðu. Það sem sagt biblíulesturinn. Ekki massífa biblíukennslan sem að þú sækist í að fá. Og líka svo vel að sitja og hlusta. Það er miklu þægilegra að fá bara borið til sín matinn heldur en að þurfa nú að standa upp og sækja hann, það er nú annað. En þegar við erum að lesa sjálf þá eiginlega stóðum við upp og sóttum það. Og ætlum að leggja svolítið vinnu í að skilja það. Því við erum búin að læra svo mikið að við vitum að það er nú ekki verra að skilja meira en minna í orði Guðs. En ef við lesum aldrei, þá skiljum við þetta, held ég aldrei réttum skilningi. Já, við erum í Jóhannesarguðspjalli og við erum í 7. kafla. Við lesum bara hérna frá 1. versi. Eftir þetta fór Jesú um Galilíu. Hann vildi ekki fara Júdeu, sökum þess að ráðamenn gyðinga þar sátu líf hans. Sátu líf hans. Það byrjaði strax. Og það sumir sem vilja okkur kristnmennina burt. Þeir sitja kannski ekki líf okkar, þetta vilja okkur burt. En það verið að drepa samt stóran hóp af kristnum mönnum á hverju einasta ári. Því miður það nú þannig. Af hverju? Af hverju? Það er bara eitt svar við því, það er illska í heiminum. Það er vondafl í heiminum sem elskar hreinlega að drepa kristið fólk. Því að kristna fólkið er veggurinn sem hindrar það í að gera það sem það vill. Þannig að það verður miklu verra ástandið ef að kristnir væru ekki til staðar með sinn heilaga anda. Fæstir sjá þetta svona. En svona er þetta sann. Nú fór laufskálahátíð gyðinga í hönd, þá sögðu bræður Jesú við hann, flytið héðan og farðu til Júdeu, til þess að lærisveinar þínir sjáu líka þau verk sem þú gerir. Sá sem vill verða alkunnur starfar ekki í leynum. Fyrst þú vinnur slík verk, þá opinberaðu sjálfa þig heiminum. Jafnvel bræður hans trúðu ekki á hann. Þannig að við sjáum að vantrúinni víða. Og þetta voru bræður Krist sem voru svona hálfgert að gera grín að Kristi. Og svona smá að hæðast á honum. Fannst hann vera að gera sig helst til breiðan. En Kristur var bara Kristur. Og við trúum á hann. Við trúum á krossdauðann. Við trúum á upprisuna. Og við trúum því að hann sitji við hægri hönd föðurins. Og við trúum því að við vegna trúur okkar á Jesú, sem bræður hans trúðu ekki á, eins og orðið segir, munum flytja okkur þangað sem hann er. Og vegna þess að svo er stakkin búið, þá þraugum við nú daginn. Og fyrir svo að sofa morgni dags, svo ef Guð vill, þá vöknum við inn í nýjan dag, ef Guð vill. Einhvern tímann förum við. Þegar Guð vill. Í Jesú nafni. Við segjum þetta gott í dag og Konráð kveður og þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram og er hvergi banginn við að gera. Verið sæl.